Ég vil bara byrja á því að bjóða ykkur öll hérna hjartanlega velkomin og takk fyrir að koma, takk fyrir að mæta svona mörg. Yndislegt að sjá okkur. Núna eru, hvaða dagur er í dag? Miðvikudag, 10 dagar, vona ég sé rétt hjá mér, í kjördag. 10 ótrúlega mikilvægir dagar, langir, stórir og mikilvægir dagar. Og það er auðvitað ekkert launungamál að fara á brattan að sækja fyrir okkur. En það er einmitt í slíkum aðstæðum þar sem við sýnum hvað best, úr hverju við erum gerð og hvernig við vinnum hlutina saman. Mig langar að nota þetta tækifæri og þakka ykkur öllum sem eruð að taka að ykkur alls kyns viðbótarverkefni við ykkar daglega líf í þessari kosningabaráttu, vegna þess að við frambjóðendur erum rosalega meðvituð það að við gerum ekki mikið án ykkar. Fólk sem er í fullri vinnu og sér sína fjölskyldu og er að rigga upp viðburðum, mæta með veitingar, fólk sem er á listum hjá okkur sem er í fullri vinnu og mætir eftir vinnu og hringir eins og enginn sé morgundagurinn í kjósendur okkar til þess að, og aðra kjósendur til þess að taka stöðuna á þeim. Þetta skiptir okkur bara svo brjálæðislega miklu máli. Allar kosningar eru auðvitað mikilvægar, en á þessum tímapunkti sem að ég tel að sé gott, þar sem að hugmyndafræðilegar svona línur eru nokkuð skýrar í þessari kosningabaráttu, þá eru þessar kosningar rosalega stórar og mikilvægar. Við erum eftir 10 daga að fara að fjárfesta í því hvernig Ísland við viljum sjá næstu 4 árin. Þannig að það er til mikils að vinna og valkostur við það að við séum í ríkisstjórn með einhvers konar þrotað Reykjavíkur módel þar sem að það bíó er fært yfir á landsmálin er eitthvað sem að enginn hér vill sjá og vonandi ekki margir þarna úti. Ég vil nú bara skilja það eftir hjá ykkur að það eru alls konar stjórnmálaflokkar í framboði með okkar stefnumál og mörguleyti er það kannski ágætt. Það eru allir farnir að tala um tiltekt í ríkisrekstrinum og áherslu á örugg landamæri og alls konar hluti. Og ég ætla bara að segja við ykkur, varist eftirlíkingar. Af því það er auðvitað þannig, þótt við finnum alveg fyrir því að það er svona eftirspurn eftir einhverjum breytingum, þá segi ég bara að það er líka eftirspurn eftir breytingum hjá sjálfstæðismönnum. Við vitum að það verður allt annars konar ríkisstjórn, vonandi ríkisstjórn sem er borgaralega sinnuð og getur gengið í takt og sameinast það sem okkur þyrstir svo mikið að komast í fyrir Ísland. Og ég held að það verði þannig þessa næstu 10 daga að línurnar munu skýrast enn frekar og ég held að það þurfi að halda því mjög til haga hvort það er í alvörunni þannig að við ætlum að nýta næsta kjörtímabil og næstu ár í mál sem hefur klofið þjóðina í herðar niður og allur tíminn mun fara í sem að við þurfum ekkert að vera eyða tímanum í, sem er aðild að Evrópusambandinu. Og það er bara ágætt að fólk haldi því til haga og að þau sem þar eru í framboði fyrir þá flokka þurfi bara að svara því skýrt, hvort að það er í alvörunni það sem á að nota næstu árin í. Við finnum fyrir því að það er eftirspurn eftir breytingum, við viljum líka breytingar og ég held að það skipti máli fyrir þau sem að standa frammi fyrir því að kjósa fyrir næstu 4 ár, að minna sig á hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert, fyrir hvað við stöndum, hvað við viljum gera, vegna þess að ég ætla bara að leyfa mér að segja að við kunnum þetta. Við höfum gert þetta næstum því alltaf í einhverju formi, í einhverju mynd frá því að lýðveldi var stofnað. Við kunnum þetta. Þannig að ég segi bara að næstu 10 dagar munu hafa úrslita áhrif það hvernig fólk ráðstafar sínu atkvæði og fjárfestir í Íslandi næstu 4 árin. Áður en að ég geng hérna út af þessu sviði að þá ætla ég að
ekki að fara að tala um börnum mínum, ég ætla bara að segja að þau eru bæði miklu móðurbetrungar og ég veit að pabbi þess sem núna að stíga á svið, hann myndi líka vilja að drengurinn yrði kynntur sem mikill föðurbetrungur. Þannig að ég ætla að bjóða velkomin á svið Helga nokkuð Brynjarsson. Gjörðu svo vel.